Ég grunnaði að það væri nú eitthvað í gangi hérna, veist að ég mátti ekkert vita. Sættundur og velkomin. Þakka fyrir, ég frétti að þú hefur verið að leita mér. Já, herðu, nú verður sveppurinn brjálaður maður. Nú verður sveppurinn brjálaður hingaði mættur forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson í stúdíóið. Herðu, nú máttu bara tilla þér hana. Þakka þér fyrir, þakka þér fyrir. Þetta er rándýr gestur hér í FM95 Blö. Nú verð ég að gefa hjálpanum smá kúlprygg. Já, ég ákvað bara að hringja fórsetann. Já, það er... Ég frétti þetta, þú væri bara að leita mér allt, Siglufjörð og Sauðárkróki og Fáskrúðsfirði og Neskaupstað og Grindavík og bara allt. Já, sko, við sveppinum búin að leita þér núna í mánuð. Í mánuð? Já. Þið hefðu bara átt að koma á Dalvík eða Ólafsvík, þá er þetta bara gengið upp. Já, eða fáðu bara hérna í stúdíóið svo þú mætur. Já, ég átti kortulaust. Ok, ég fíla það. Þetta ég hefði undirbúin með betur hjörða það sagt mér að Ég ákvað bara að hafa þetta ekki undirbúið. Nei, þetta er grjótar og verður velkomin. Þakka þér kærlega fyrir, gaman að koma inn til ykkar. Hvernig hefur það? Ég hef það bara glimrandi gott, sko. Já, á fullu núna. Gaman að landið og hitta fólk og unga og eldri og skemmtilega randauðsendur, gaman að sjá kraftir í fólkinu. Já. En það er bara ekki hægt að láta liggja betur á sig. Nei, ertu búin að fá Sauðárkrók? Já, við hjálpum fund á Sauðárkróki. Yndislegur bær. Já, og svo töluðum við í Frystúsinu. Ok. Og það var bara fullt af heilsufæði. Já. Þannig að maður fekk sér að borða líka. Ertu búin að fara í Kópavogi? Ég er nú alltaf að keyra í gegnum Kópavogi. Þannig ég fer oft á dag í Kópavogi. Hjörvar er mjög hrifinn af Hamraborginni. Já, það er góður staður, Sveppi verður brjálaður núna því að við vildum fá þig á þriðjudegi, hann er mjög æstur að fá þig sem gest. En það er hérna, við urðum pínu svektir sko því að við vorum búin að hringja þig í þættinu núna, 4 sinnum eða 5 sinnum. Og ekkert gekk og svo sáum við bara á pallinum hjá Simma vinn okkar. Það var bara stúpar í burger og grilli og það er enga tíma að Já, það var mjög skemmtilegt, við heldum svona fund og ræddum forstembættið og framtíðina og hann bauð upp á hamborgara og glampandi sólskinn og alltaf gott við í Mosfellum. Já. Það er... Þið hefðu átt að vera mættir bara. Já, ég reynda að viðurkenna, maður hefði átt að mæti það grill. Og hérna var ykkur ekki í boði? Jó, okkur var þetta boðið. Það var gott. En ég er svolítið erfiður á sunnudagsmorgnum, þannig að það er. Þetta var ekki á morgni, þetta var klukkan 3 metri. Þetta er líka eftir þeirra mann. Já, þetta er einn. Þetta er, já eins og ég segi, þá er þetta mjög óvæntan. Ég var nú ekki búin að undirbúa neitt í þetta. Ég sé að átt alveg miðin bara. Nei, ekki því miður mín. Ég er bara honored eins og þau segja. En hérna, af hverju ætti ungt fólk að kjósa þig? Það nú tala að unga fólkið, allavega eitthvað ungt fólk að tala að sé komin tíma á einhverja breytingar? Jú, auðvitað getur verið komin tíma á breytingar en það er nú gott að hafa reynslu. Gott að hafa reynslu. Ég heyri það á ungu fólki, ég er búin að hitta margt ungt fólk allt land og ég hef öflugan stuðning með ungt fólks. Það vill líka hafa svona trausta stjórn á þessu saman. Og svo horfir það náttúrulega á fótboltann eins og fleiri og sjá bara gömlu brýnin duga oft best. Já, það var Andrea Pirlo og skorað fyrir Ítalíu þaðan. Sir Alex Ferguson, hann ætlaði að hætta eftir 16 ár hjá Manchester United og Ólafur Ragnar er búinn að vera 16 ár sem fórseti. Hann ákvað að halda áfram og er það ekki besta ákvörðun okkar lífs? Já, svona fyrir okkur United menn. Aldrei gengið betur á síðari árum hjá Manchester United en eftir að Ferguson hætti við að hætta. Það er þetta hárrétt hjá þér. Þetta er eitthvað sem þú ætti að nýta þér í kosningabaráttunni. Ég er náttúrulega mikill stuðningsmaður Manchester United. Já, vel gert. Það var nefnilega þannig þegar ég fór út til náms í Manchester. Þá var það eina sem maður sá að fótbolta frá útlöndum. Það var ef maður fór í bíó. Það var alltaf svona fréttamyndir á undan, þetta var áður en var sjónvarp og kom alltaf svona 30 sekúndur af fótboltanum. Þannig að ég hafði aldrei komið á fótbolta, það voru 70.000 manns fyrir ég fór að sá Manchester United. Hverju voru það að lifa? Það var best og... Já, þetta var náttúrulega á gullöldinni, algjör gullöld þangað til Ferguson kom. Já, ok. Þetta er enn einhverjum heldur á EM? Sko. Ég finnst nú eiginlega, sko, þetta er búið svo erfitt hjá Englendingum. Þetta er svo mikil krísa hjá þeim. Ertu svona típa eins og ég og pabbi? Þú styrir England alltaf á svona stórmótum? Nei, sko ekki alltaf. Ég held bara ef þetta fer allt í vaskinn hjá þeim núna, þá verða þeir bara miður sín, sko, í mörg ár. Í mörg ár. Þeir alltaf haldið að þeir væru aðal fótboltaþjóðin. En það var samt sennilega aldrei verið að litla væntingar út til Englendingar núna. Nei, ég er sammála því. Þess vegna er alltaf gott að halda við litla mannum. Já. En ég held að þeir muni nú ekki ná miklu árangri.
En ég hef eiginlega aldrei haldið með neinum í heimsmeistarakeppni. Ég hef alltaf, eða Evrópukeppni eða einhverjum svona mótum, en ég hef alltaf haldið með Manchester United og svo hef ég alltaf haldið með Akranesi. Ok. Nýja maður. Nýja maður. Og það var að því, þegar ég kom sem strákur á vestan, þá var Akraneslið eina utanbæjarliðið sem spilaði hérna. Og maður kom frá Ísafirði og hitti þessar strákar sem studdu KR og Fram og Val og þeir voru svo merkilegir með sig að maður bara studdi Akranes, en það unnu þeir alla titla þá. En Ólafur, hérna, aðeins að baráttunni sem við erum í núna, hérna, arnstæðingarnir tala um að sameina þjóðina og tala um sameiningu og svona, er ekki allir bara sáttir á Íslandi og er ekki mikil sameining? Já, það er mikill einhugur hjá fólkinu í landinu, maður finnur það þegar við förum á landið. En svo er náttúrulega forystusveitin og að setja á dagskrá ýmiss konar mál sem valda ágreiningi. Og ég hef einmitt verið að segja það undanfarið að það þarf að passa sig á því að setja ekki of mörg ágreiningsmál á dagskrá. Því að þá geta menn komið í veg fyrir að þjóðin geti saminast í því sem skiptir máli. Það er að segja byggja hér upp gott þjóðfélag, farsæla framtíð fyrir ungt fólk. Og það er það sem við getum náð góður einingum og ágætt dæmi það hvernig þetta ná fólki saman. Ég er að fyrir 10 árum eða svo, þá hafði ég miklar áhyggjur af aukinni neyslu fíkniefna meðal ungt fólks, sérstaklega í grunnskólanum. Og ég fekk öll aðildafélög ISI og OMFI og skátarhreyfinguna og öll sveitarfélögin og grunnskólana til að taka höndum saman í forvarnardegi. Og það hefur tekist mjög vel, við höfum sýnt myndbandar sem íþróttafólk og fólk úr skemmtanageiranum hefur lýst sínu heilbrigðalífi og á þessum síðustu 10 árum hefur neyslan meðal grunnskólanemnda, hún hefur hrapað, hún hefur farið úr 2 stafatölum niður í 1 stafstölum og það sýnir hvað við getum gert ef við tökum höndum saman. Já, ég er enda sko, gestir sem koma hérna í FM 900, þeir þurfa ofta að leysa þrautir en þar sem að vera nú, það er ekki hverjum degi sem að fórsetin mætir inn í stúdíóið. En er fórsetin alltaf að leysa þrautir þá? Ég ætla ekki að láta þið syngja Euphoria, en ég hefði nú verið búinn að hendi í nokkrar hraðaspurningar hefði vitað að vera að koma, en ég ætla svona að spyrja það nokkrar sem ég man sem eru svona reglulegar. Hvað er uppáhalds bíómyndin, Ólafur? Ég held eiginlega uppáhalds bíómyndin sé nú eiginlega Godfather. Godfather, já. Hvað er svona uppáhalds hljómsveitin? Meinar þú svona pophljómsveit eða symfóníuhljómsveit? Pophljómsveit. Það eru Bítlarnir. Bítlarnir. Þú tekur Bítlana allan dag fram með Stones? Já, þetta þegar ég var í Bretland á sínu tíma í Manchester, þá var bara Liverpool næsti bær við. Já, ok. Svo er næsta, hefur þú lent í slagsmálum? Nei. Nei? Já, þegar ég var strákur fyrir vestan og sjálfsögðu, en ekki eftir ég var fósti. Ok. Hvað þegar þú ætlar að gera glaðan dag, hvað færðu þér í glas? Bara vatn. Bara vatn, ok. Já, ertu bindindismaður? Já, næstu því. Ég drekk svona kannski létt vín svona með hátíðlegu tækifæri, en ég hef aldrei drukkið sterk vín. Nei. Og ólst upp við svona mikla bindindishreyfingu og komst að raun það var bara hægt að skemmta sér vel á þess að neyta áfengis. Ég hef aldrei reykt heldur. Nei, það er út eins og Hjörvar á topnum án tóbaks. Já. Ég skeit á mig einhvern tímann og tók í vörun eins og villisingur, en ég er nú hættu því. Það er gott. Já, svo eru fleiri spurningar. Ég myndi spyrja þig hvað þú mættir hitta hvern sem er í heiminum. Hvern myndir þú velja? Hann er hitt alltaf. Já, ég veit það. Já, þetta er nefnilega alltaf erfið spurning. Ok, hver er svona merkilegasta persóna sem þú hefur hitt? Hvað segirðu? Hver var svona merkilegasta persóna, eða fannst þér svona merkilegasta hitt á sín tíma þú hittir? Sá sem er nú klárastur af því sem ég hitt, það er náttúrulega Bill Clinton. Hann er alveg í sér flokki. Svo fannst mér líka fyrrverandi forseti í Kína, Jiang Zemin sem kom hingað. Hann var merkilegt einn dag. En það sást það best á því að þegar ég hélt hátíðakvöldverðin fyrir hann í Perlunni, þá snýr hann sér allt í einu að mér í miðri Ruslu og spurði, er einhver hérna sem kann að spila Ó Sole Mio? Undarleg spurning í hátíðavislu fyrir erlenda þjóðanlega. Og ég leit salinn og sá alla heimi tónskáld. Kallaði á hann að borðinu og spurði alla heimi, kannt þú að spila Ó Sole Mio? Og allir áttur að móðgæður eitt frægasta tónskáld þjóðarinnar, þannig að hann kynni að spila svona lag eins og Ó Sole Mio. Jú, hvernig það? Og ég sagði sjansingum með það og þá bara ákvað hann að standa upp í miðri vislu, forseti Kína, og syngja Ó Sole Mio í ítölsku. Ok. Bara einhverju flippir? Já. En Obama, er hann ekki? Jú, ég segja þetta merkilega svo, af því ég sagði nú að Bill Clinton var svo klárast í. Já. Þegar ég átti fyrsta fundin með Obama, þá hringdi ég gamla vinn minn sem er ennþá öldungadeildarþingmaður í Bandaríkjunum.
og sagði það, nú er ég að fara að hitta Obama. Þetta áður en Obama fórsti. Okay. Þetta var svona rétt það leyti sem var að bjóða sér hann. Og ég spurði hann, hvað það sem þú helst að vita áður en ég fyrir að hitta Obama? Og þá sagði þessi góði vinn minn, öldungandeildarþingmaður, hann sagði, fyrsta sem þú verður áttað á að hann klárari en Bill Clinton. Okay. Það ansi merkileg En þú varst alltaf mikill aðdáandi George W. Bush, var það ekki? Nei, ég hafði ekki mikið álega á honum. En hann skemmtilegur, skal ég segja. Hann hress. Já, hann leynir á sig. Hann leynir á sig. Það ekki svo að tala bara við krakka? Hvað segirðu? Er að tala við George W. Bush, það ekki bara svo að tala við krakka? Já. Fannst þú ekki að þú værir skarpari? Nei, hann bara ekki, hann getur verið ansi skemmtilegur. Hann náttúrulega segir ýmislegt svona, en mér varst kannski pappan sagði svona meiri þekkingu á málum. Þá vitið það, kæru hlustendur, að eitt skynsamasti maður sem að Ólafur Ragnar hefur hitt er Bill Clinton. En þú mættir svona, ef við tökum í lokin, þú mættir hitta hvaða leikara svona sem einhvern svona Hollywood-stjörnu, hverju myndir þú bjóða á Bessastæði þú mættir velja? Já, ég var spurður að því á djöfa. Ef það ætti að gera bíómynd mig, hver ætti þá að leika mig? Og ég svaraði að bragði Russell Crowe. Ég hef hitt hann einu sinni. Ég var nefnilega, Michael Caine og kona hans Shakira eru mikli vinnindor og búin að vera það í áratíð. Og ég hef kynst þeim í gegnum þau og þau eru góðir við okkar. Svo vorum við einu sinni að borða í London á veitingastað og þá kemur allir koníaksflaska á borðið. Og Michael Caine verður dálítið hissa og þá komið ljós að Crowe var þarna á veitingahúsinu, hafði aldrei hitt Michael Caine, en sendi honum svona kampænsflösku í heiðurskyni fyrir framhæðast í kvikmyndana. Þannig ég hef hitt hann svona augnablík þegar hann kom á borðinu, en ég hef aldrei talað við hann að ráði. Þannig að ég held að ég myndi setja hann í fyrsta sæti. En Ólafur, nú er Kristján Eldon var svona frekar þunnhörður forseti. Heldur þú fáum ekki á Skotland forseta? Halló, í hvað stelur við hérna maður? Já, það ef þú skoðar mannkynssöguna, þá náttúrulega voðalega erfitt fyrir Skotlandamenn að verða forseti. Þetta er ekki gott að heyra. Það væri einstakt afrek. Það væri einstakt að ég var fyrir að pæli. En náttúrulega Eisenhower, hann var bæði hersöðingi og forseti. En það er ekki allir þessi menn sem að... Ég held að Skotlandamenn þurfa að byrja á því að vera hersöðingar og svo eru forseta. En er ekki svona menn sem í þessum bransaðan úti, setja ekki á sig einhverja kollu og eitthvað? Jú, svo var alltaf sagt um Ronald Reagan að hann litað á sér hárið. Ég veit ekkert hvað það er satt eða ekki. En menn verða margir mjög gráharðir á því að vera fórstar. Það er kostur að vera Skotlandur og verða menn ekki gráharðir að vera fórstar. Það er reyndar, en það var að sína einmitt myndan með Obama daginn, að sína að munin á hann var eftir 4 ára. Eða Bill Clinton, ef þú horfir á hann í upphafi og í lokin. Já, þetta tekur á. En það er bara sannur heiður að fá þig hérna, herra forseti. Mjög gaman, ég er náttúrulega búin að bíða lengi eftir þess að missi boðið og svo hef ég verið að frétta þetta smátt og þið hafa verið að leita mér hingað og þangað. Og nú bara næst þegar ég fer á Siglufjörð eða Eskifjörð, þá bara komum þið með. Ég lofaði því. Við komum grjótharðið með þér. Þetta var forseti Íslands, það styttist í annan meistara, hann heitir Brjáln, virkilega ólíkur forsetanum, en höfðin gengur það síður. Takk enn og aftur. Sömuleiðis, takk enn. Við fáum hér upp á hlægi hans Óla, hann dillar sér alltaf við þetta þegar hann er á Bessastöðum. Þetta eru Rottweiler og klárum allt.